Og úr dansinum í leikhúsi því nýtt leikverk syndabréfa aflát sölu verður frumsýnt í Tjarnarbíói í kvöld. Verkið byggt á fyrirgefningasögum Íslendinga á öllum aldri. Fyrirgefðu EHF gamanleikverk með beittri háðsádeilu, segir Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, sem leikstýrir nú atvinnuleikurum í fyrsta sinn. Fyrirgefningasögur frá tugum manna á öllum aldri lifna við á sviðinu. Þarna kemur við sögu til dæmis fyrirgefningu uppeldissamböndum, ástarsamböndum, vinnustöðum, en það sem fólki virðist erfiðast og rannsóknarniðurstaða okkar í leikhópnum að það að fyrirgefa sjálfum sér virðist svona vera þyngsta raunin fyrir flesta. Áhorfendur fá að sjá stjórnmálamann sem kúgast í hvert sinn sem hann reynir að biðjast fyrirgefningar og útrásavíking sem einfaldlega getur ekki beðist fyrirgefningar. Þórdís Elva segir að það sem virðist stundum sitja eftir hjá fólki séu litlu málin. En við viljum endilega að það sem fólk skilið eftir með, eftir þessa sýningu, að það sé í raun og veru bara hvað það sem ég ekki búin að fyrirgefa sjálf, vegna þess að það gæti komið henni á óvart. En eitthvað sem ekki hægt að fyrirgefa? Það undir hverjum einum komið. Ég veit að þetta hljómar eins og leiðilegt pólitíkusa svar. En eftir að hafa tekið allir þessi viðtöl og talað við fólk sem fyrirgefið ótrúlegustu raunir, eins og bara barsmissi eða eitthvað slíkt, að þá niðurstaða mín sú að ef að viðkomandi sér það í sínu hjarta að það þjóni honum að fyrirgefa, að þá væri fáránlegt að fordæma það. Fólk hlýtur að þurfa að finna leiðina að hamingjuna sjálft. Ég gerði ekkert af þessu. En það nokkuð, Stefán? Nei. Vegna þess að ég fyrirgaf honum. Marja ákvað að gefa mér annað tækifæri. Já, manni líður svo miklu betur við að fyrirgefa.